á Akureyri, það gekk allt ósköp þar? Það gekk ljómandi vel á Akureyri. Já. Og ég held að þetta hafi verið góður stuðningur við deildina þar og fyrsta svona alvöru skrefið að opna á, nú var talað til dæmis að á Akureyri það þykja yfir 300 manns jólaaðstoð. Okay. Þannig að við vitum alveg að fátæktin til staðar, en það enn meiri skömm þar heldur en í Reykjavík. Já. Þannig að þar er ekki biðraðir fyrir utan, vegna þess að þar vilt ekki sjást í biðröð. Og þannig að þeir sem sagt samfélagið smærra, skömmin meiri og mér finnst full ástæða til þess að vinna aðeins meira í því með þeim á Akureyri að við þurfum bara að skila þessari skömmi þangað sem hún á heima. Já. Og hætta að bera hana. Að við erum ekkert verri manneskjur þó við höfum lent í einhverjum aðstæðum sem gera lífið erfiðara heldur en hjá öðrum. Þannig að það er engin ástæða fyrir fólk að taka þetta inn á sig. Nei. Maður þarf að upplifa þetta til að skilja þetta. Já. Og sjá hversu sérstakt þetta að komin einhvern með svona. Já, en ég get leyft mér að segja að því ég er búin að vera í þessum aðstæðum sjálf. Já. Ég bjó við fátækt og ég skammaðist mín fyrir hana meðan á því stóð og átti mjög erfitt með að tala þetta. Já. En ég er að tala þetta í dag og ég er mjög virk í þessum samtökum í dag vegna þess að ég hef þessa reynslu að baki. Já. Og ég veit hvað var erfitt að opna á það á þeim tíma. Og þess vegna finnst mér skipta mjög miklu máli að tala við fólk sem býr við fátækt í dag og að það viti af því að það er bara til líf eftir erfiðleika. Já.